Og þá er það kafli 3.2 í inngangur STM. Við tala um mengjasmíð. Mengi X sem ekki hefur endilega mörg stök óendanlegt mengi og það er auðvitað ekki hægt að skrifa upp öll stökin í óendanlegum mengjum og því þarf að lýsa þeim einhvern veginn. Sem sagt, við hafa einhvern eiginleika sem við reynum að draga fram og setja fram með fullyrðingu eða formúlu. Stökin í menginu uppfylla þessa formúlu eða fullyrðingu. Ef að stökin eru svona, þannig talnarunnan með A, B, C, D og öll stökin í þessari runu, þau hafa ótvíræðari eiginleika sem við líka. Þannig að P af A er sönn fullyrðing, það er eitthvað sem er satt sem kemur út. P af B er sönn fullyrðing, þetta gefur okkur smíð og mengi. Setjum hér dæmi. Við ætlum að skrifa upp mengi allra sléttra talna. Það gæti fullyrðingin verið P af X, þannig að skrifum fullyrðinguna kannski bara beint út. X er slétt jákvæð tala. Svo við myndum prófa einhverjar runur 1, 2, 3, 4 og þá sjáum við að P af einum er ósönn fullyrðing. En aftur á móti P af tveimur er sönn fullyrðing. Þetta skulum við skoða mengi talningana og síðan hvernig við táknum það. Við skilgreindum talningar svona og 1 er minnsta talning og ef X er talning þá er X plus 1 talning og síðan finnum við X sem uppfyllir þetta. Þetta er sem sagt nákvæm með framsetningu af því að skrifa 1, 2, 3 og svo framvegis. Og síðan mengi náttúrulegra talna, þá bætum við 0 við og þá er ekki annað en að breyta bara svo lítið. 0 er minnsta náttúrulega talan og ef X er náttúrulega tala þá er X plus 1 náttúrulega tala og síðan skrifum við þetta út 0, 1, 2, 3 og svo framvegis. Þetta táknmál hérna er síðan stytt því við notum þetta það mikið og við skrifum þá reynilega bara N með stjörnu hér til þess að tákna mengi talninga og þá N ef að 0 er með. Og sögulega táknar þessi stjarna hér í mengi talningana að 0 er tekið burt úr menginu N. En látum við bara fylgja hann ekki alveg rökrétt því að talningarnar það er náttúrulega að koma inn í stærðfræðina svo langt og undan náttúrulegu tölunum. 0 er almennilega ekki samþykkt, færi eiginlega ekki rökrétt á meðal talna fyrir kannski á 8. öld eftir Krist. Þó að einn hafi svo sem verið að gæla við tilvist þess svolítið fyrr. Og heilutölurnar eða heiltölurnar, þær eru almennt ekki samþykktar fyrir á svona 16. öld eftir Krist. Þetta er ekki óskaplega langt síðan, kannski 5 aldir, að við fáum almennt að neikvæða tölur eru til. Þá höfum við þetta táknmál fyrir það kemur úr þýsku, salin, við skrifa það, tölurnar. Síðan er orðið léttara að skilgreina til dæmis mengi jákvæðra talna, svipaðu við gerðum þegar við vorum að forrita. K er sem sagt talning og svo ef við tvöföldum hverja talningu þá getum við skrifað út 2, 4, 6, 8. Þá er komið jákvæðu sléttutölunar. Það hefði verið réttar að segja strangt jákvæðu sléttutölunar vegna þess að 0 er jákvæð sléttara. Að skrifa hérna inn á þetta. Vantar hérna eitt orð. Strangt. Jákvæða sléttartanna. Nú, við eigum síðan engan sérstakann bókstaf almennt allan heim fyrir sléttartölur. Við skrifum, notum bara hér fyrir ensku orðið even. Og hvaða mengi er þetta hér?
Og ef maður er ekki alveg viss, þá getur maður alltaf búið sér til svona töflu. Og setjum við K-in hér. Þetta eru núna talningar 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Svo í næsta dálki setjum við formúluna 2K mínus 1. 2 × 1 eru 2 mínus 1. Þetta er þá 1. Hérna fáum við 3. 2 × 3 er 6 mínus 1. Það er 5. Og svo fáum við 2 × 4 eru 8 mínus 1. Það er 7. Þannig þetta fín formúla fyrir jákvæðu ottatölunar. Jákvæða tölur eru allar tölur sem eru stærri eða jafnt og 0. Þetta er svo kallega franska hefð að telja 0 sem jákvæða tölu og strangt jákvæða tölur eru þá tölurnar sem eru stærri en 0. Neikvæða tölur eru allar tölur minni en 0 og það má líka vera 0. Og strangt neikvæða tölur eru þá allar tölur sem eru minni en 0. Samkvæmt þessu er 0 eina talan sem er bæði jákvæð og neikvæð. Ef x er stærra jafnt og 0 og x er minni jafnt og 0, þá getum við raða þessari ójöfnu upp aðeins betur. Tökum þennan hér, x er stærra jafnt og 0, þá getum við lesið hér, x er stærra jafnt og 0 og þennan hér, x er minni en 0, þá setjum við hann hérna, x er minni jafnt og 0 og svo sjáum við hér að x klemmist á milli 0 og 0. Það getur bara verið 0. Við segjum stundum að þessi eintalnamengi þeim er lýst með sem strjálum punktum á talnalínu sem kallast rauntalnalínan. Þessi rauntalnalína er táknuð með R með skýstrikuðu legg og er óendanlega í 2 gagnstæðar áttir. Óendanlega í þessa átt frá með 0 og svo í þessa átt hér. Við segjum kannski bara til hægri og vinstri eða austur og vestur. Svona ef hún er allavega lögð lárétt. Á rauntalnalínunni raðast jákvæðu rauntölurnar hægra megin við 0 og neikvæðu rauntölurnar vinstra megin við 0 og svo var þetta komið fram. 0 er eina rauntalna sem er bæði jákvæð og neikvæð og bil á milli samlíkjandi heiltalna, sem er þá samlíkjandi, er heiltala númer k + 1 mínus heiltala númer k og svo fellum við sviðum á k + 1 mínus k, þetta er auðvitað 1. 1 er minnsta mögulega bil á milli heiltalna. Rauntalnalínan sjálf getum lítið svo á hún sé samsett úr punktum. Rauntalnalínan er svo litið skrítið fyrirbæri því að það getur ekki verið til neitt minnsta bil á milli punkta. Eða væri til minnsta bil á milli 2 punkta, segjum að A sé annar punkturinn og B sé næsta tala. Á eftir það sé þetta raða þeim og enginn sé þarna á milli og viljum við ekki hafa það því að meðaltala A og B, A + B deilt með 2 er náttúrulega á milli A og B. Eða sem sagt A er í alvörunni minni en B og hérna væri eitthvað minnsta bil á milli A og B. En ef A og B eru heiltölur, þetta væri kannski 4 og þetta 5, þá gildir þetta ekki því að 4,5 er ekki heiltala. Og svo þurfum við að læra þessi tákn. En stjarna, mengi talningana og það eru teljanlega óendanlega margar er sagt. Við skýrum betur út mun á því að tölur séu teljanlega óendanlega margar og síðan óteljanlega óendanlega margar. Hér eru, segjum við, óendanlega margar tölur en líka í þessu mengi hér, mengi rauntalnanna. Þessar eru teljanlega óendanlega margar því það má alltaf telja hærra. En þessar eru óteljanlega óendanlega margar því það er ekki hægt að telja þær. Það er ekki hægt að segja rauntalna nr. 1, rauntalna nr. 2, rauntalna nr. 3 og svo framvegis. En með tvístrikulegg er mengi náttúrulega talna. Þetta er ekki almennt viðurkennt tákn, misjafnt hvað menn nota og við tökum það þá bara fram. Þetta er mengi almennra brota. Þetta eru heiltölurnar. Svo er það þessi notkun sem að sé stundum seta plús. Það eru þá 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis. Þetta er mengi strangt í okkar heiltalna. Sumir nota þetta alltaf en ekki þetta. Þess að við vitum bara af því þegar við erum að lesa bækur. Seta mínus.
er mengi strangt neikvæðra heiltala og allar tölur á forminu heiltala deilt með heiltölu og nefnarinn má ekki vera 0 kallast mengi ræðratalna. Við getum sagt líka plus mínus almenn brot og svo er þetta tákn fyrir mengi allra rauntalna og stundum er þetta nú bara orðað svona. R er mengi allra talna á talnalínunni og þá er hún samfelld talnalína. Svo skoðum við næst deilingu sem gengur upp. 1/4 er almennt brot, deiling gefur tugabrotið 1/4 er 0,25, 4 þessu oft ganga 4 upp í 1, við segjum aldrei, en 10 tíundir, það er 1, þá fáum við tvísvar og 2 og 4 eru 8, drögum frá, fáum tvist, ganga 4 upp í 2, við þurfum að bæta hérna við, ganga 4 upp í 20, það er 5 sinnum, svona, og 4 sinnum 5 eru 20, deilingin gengur upp. Hérna megin, ef við horfum á þessa tölum, þá er þetta almennt brot eða ræðtala. En ef við horfum á þetta hér, þá er þetta bara önnur framsetning á sömu stærð og þetta er tugabrot. Og svo höfum við séð þetta hér, 1/3, það er ekkert að skrifa það sem tugabrot sem er endanlegt, stoppar. Að þetta deilingin gengur aldrei upp. Og þetta er þetta svolítið merkilegt því að nota plássi hérna. Ef við margveldum í gegn með 3, margveldum með 3 hér og hvern einasta lið, þá fáum við 1 er sama og 0,9999 og endalaust. Það finnst okkur svolítið skrítið og okkur finnst þetta hér eðlilegt. Þetta eru jafngildar fullyrðingar. Það er að segja, kannski styttar að skrifa þetta svona, 1 er 0 og svo er lotan 9 og hún er, þegar við segjum lota er 9 þá er alltaf 8 við að það er óvandalega margar tölur. Við röðum lotunni svona út í óvandalega. Til að nú 1/7. Við þurfum að deila nokkur sinnum til að sjá að þetta gengur upp. Kannski ættum við bara að gera það snöggvast. Sækjum okkur blað. Hvað ganga 7 oft upp í 1, aldrei, upp í 10, einu sinni og svo finnum við afganginn og fáum við þrist og við viljum eftir það er þetta hér sem er alltaf að gerast. Hvað ganga 7 oft upp í 30, það er 4 sinnum, 4 sinnum 7 eru 28, finnum hvað gengur af, við viljum hafa 20, við viljum að sækja það hérna. Og hvað ganga 7 upp í 20, það er tvísvar og 2 og 7 eru 14, 1 byrjum við, 6 af, hvað ganga 7 upp í 60, 8 sinnum, 7 sinnum 8 er 56, 4 ganga af, og hvað ganga 7 upp í 40, 7 sinnum 5, er 35, 5 ganga af, hvað ganga 7 upp í 50, 7 sinnum 7 er 49, loksins fengum 1 aftur. Þá er þetta eins og þetta byrjaði. Við byrjuðum með hversu oft ganga 7 upp í 1, nú er komið 1 aftur, þannig að það sem mun gerast ef við höldum áfram. Sjáum bara, þegar við spyrjum aftur hvað ganga 7 upp í 1, þá verðum við að spyrja hvað ganga 7 upp í 10 og þá fáum við 1. Þar með endur tekur þetta sig og það sem að sami tölustofa kemur aftur þá er þetta lotan 1, 2, 3, 4, 5, 6 þau geta ekki orðið 7 tölustafir þegar við deilum með 7 og 1 á móti 23 er tala sem að hefur 22 tölustafi lotu. Við getum ekki verið 23. Og ræðtala er plus mínus almennt brot, en við segjum líka að þetta sé ræðtala. Þetta er ræðtala og þetta er ræðtala, þetta er ræðtala og þetta er ræðtala. Þetta er hins vegar almennt brot, þetta er tugabrot.
svo við höfum nafngiftirnar alveg á hreinu. Nú, rauntölur R eru flokkar í 2 sundurlæg talnamengi. Það eru svona 2 megingerðir af rauntölum til. Það eru þær sem hægt er að skrifa sem ræðartölur eða plús mínus almennt brot og þær sem ekki er hægt að skrifa sem plús eða mínus almennt brot. Óræðu tölurnar, það sem ekki er hægt að skrifa sem almennt brot eða ræðartölur, það er bara táknað svona. Það er rauntölur sem ekki er hægt að skrifa sem almennt brot. Þetta er sem sagt mengi ræðartala. Og aðbilt með B með deilingu er að skrifa sem tugabrot, þess vegna eru tugabrotin líka ræðartölur. Það er að segja ef þau eru endaleg eða þau eru lotubundin, óendaleg tugabrot. Pi er það dæmi tölu sem að hefur óendanlega marga aukastafi, eins og sagt er. Það er engin regla á framsetningu aukastafni í pi. Svona rótin af 2 annað dæmi tölu sem er óræð. Það er ekkert að skrifa. Það er ekki hægt að skrifa rótin af 2 sem almennt brot. Heiltölur og eðlilega kannski talningar því að rótin af 2 er 1,4 er eitthvað. Svona. Þetta er sem sagt ekki hægt. Og svo aðeins orðfæri. Við skrifum K er talning og segjum K er talning. Við skrifum N eða við segjum N er stak í mengi náttúrulega talna, en það er svolítið langt og segjum bara N er náttúrulega tala. Skrifum N er stak í mengi allra heiltalna. Það er líka langt og við segjum bara N er heiltala. Q er ræð tala. Nú eða, ef við erum hátíðleg, Q er stak í mengi ræðra talna. Eða bara við segjum Q er almennt brot ef að A og B eru báðar jákvæðar heiltölur eða talningar. Og segjum X er stak í mengi rauntalna eða einfaldar X er rauntala. Og hér eru 2 mengi A og B og þegar við skrifum þetta A, þetta er mengið allar tölur úr A, en þá að taka allar tölur úr B sem eru í A úr menginu. Við tölum þetta í betur hér á eftir, við erum bara að setja fram táknmál. Ef A er til dæmis 1, 2 og 3 og B er 1, þá er A án B, það er bara 2 og 3, því að þá að taka þennan úr A. Þess vegna ef að X er rauntala sem ekki er hægt að skrifa sem ræðartölu, og þá er sagt að X er óræðtala. Svo er þetta bara orðað svona. X er í R án Q. Þannig að því að maður les þetta svona. Við erum að fá orðfæri hérðan R án Q. En það er eðlilegast að segja X er óræðtala. Það er ekkert eitt frátekið tákn fyrir óræðartölur. Og þið sjáum þetta táknmál í bandarísku bókum. En verið að reyna að fá fólk til þess að hætta þessari vitleysu og skrifa þetta sem mengjamismun. Því að þetta hér, A, nú er ég að tala um hvernig við gerum þetta, A mínus B, það er mengi A mínus B. Það sem að A er í einhverju mengi A og B er í einhverju mengi B. Sem sagt ef að A er 1 og 2 og B væri til dæmis 2 og 3, henda áfram hérna, þá er A mínus B, það er einhvern veginn allir möguleikar. Það er 1 mínus 2, við skrifa það, og 1 mínus 3, það er búið með það, 2 mínus 2 og
mínus 3, 2 mínus 3. Og svo einföldum við. 1 mínus 2 er mínus 1. 1 mínus 3 er mínus 2. 2 mínus 2 er 0. Og 2 mínus 3 er mínus 1. Mínus kemur 0 og svo mínus 1. Þannig að við vitum af þessu. Við líka gætum að því að þetta hérna táknmál, ef við erum að skoða vigra síðan meir, að þá á þetta ekki við. Þetta aðeins við mengi. Þegar við skrifum a mínus b vigra, þá verður það að vera jafnmörg stök í vigrónum og þá er það bara liðvist þessi mínus þessi, komma, þessi mínus þessi. Þetta er ekki vigrar, þetta eru mengi sem við erum að skoða hér. Nú, jæja. Svo skulum við bara hafa þetta í huga að þegar við sjáum tölu í nefnara, hvað er ónákvæmt við þessa framsetningu. Hérna stendur k er náttúruleg tala. Getur þetta gengið? Nei, vegna þess að 0 er náttúruleg tala og við megum ekki setja 0 hér inn. Og þá tökum við bara 0-ið burt. Hérna erum við að lýsa runu. Og að við í flestum kennslubókum mætti vera fjallað hvort litir á 0 sem jákvæða og neikvæða tölu eða eins og í enskum mænatilöndum að það sé hvorki jákvæð tala né neikvæð tala. Og förum þá bara yfir þetta. Hvað höfum við hér? Mengi náttúrulegra talna er táknað, við bara kunnum þetta. En mengi heiltalna, það er salen, það er þetta. Mengi ræðratalna, það er táknað með Q. Það kom ekki úr kvótíent, kvótatölur kannski. Og mengi rauntalna, hvað er það? Það er hér. Mengi almennra brota, common fractions og útlensku. Það táknum við í þessari bók og sumum. Það er með að tjóma að þetta er ekki almenn venja. Og svo kemur hér mengi talninga er táknað með, mengi talninga er mengi náttúrulega talnaða sem búið að taka 0 úr, þannig að við erum að þessu, hérna er þetta. Nákvæmlega ein af eftirfarandi fullyrðingum er röng, hver er hún? 0 er náttúruleg tala, það er rétt. 0 er ræðtala, já. 0 er rauntala. Það vitum við, 0 er líka ræðtala og þetta hér er fullyrðing tölur sem er ekki hægt að skrifa sem almenn brot eða ræðatölur. Þannig þetta getur ekki verið rétt. 0 er ekki óræðtala. Þetta hérna væri rétt fullyrðing. Svona, við setjum gapastokkin á þetta. Þannig að þetta er rangt, þá verð ég að haka við það. 0 er rauntala, já. Og nákvæmlega ein af eftirfarandi fullyrðingum er raung, hver þeirra. Við byrja núna hérna megin. 2 er óræðtala, þýðir þetta. Það er rétt. Þá á ég ekki að haka við neitt. Rótin af 2 er rauntala, já. Og rótin af 2 er ekki talning. Nei, það er rétt. Hún er ekki talning. Og rótin af 2 er ræðtala. Sem sagt er hægt að skrifa sem almenn brot. Það er ekki hægt. Það er bara sagt frá þetta í textanum fyrir ofan en við þurfum að sanna það.